Skrifað var undir samning á milli Nexis Heilsueflingar og Reykjanesbæjar á dögunum verkstjórnverkefnisins Heilsueflandi samfélag. Nexis nýtt fyrirtæki í Reykjanesbæ sem vinnur að heilsueflingu innan fyrirtæki og stofnana auk þess að veita einstaklingum ráðgjöf. Við erum í fyrirbyggjandi aðgerðum, miðum það svona út frá lýðheilsu fyrst og fremst. Við erum að vinna með heilsueflingu innan fyrirtæki og stofnana og samfélaga og síðan erum við líka með ráðgjöf fyrir einstaklinga. Og það svona, í grunninn erum við að nýta þá þætti sem að skipta mestu máli varðandi heilsueflingu út frá vísindalegum grunni að reyna að hafa jákvæð áhrif á heilsu fólks. Og hver helsti ávinningur fyrirtækja af því að gera vinnustaðina sína heilsueflandi? Heilsueflandi vinnustaður hefur marga góða kosti. Það sýnir sig að fyrirtæki sem að fara út í það að gera vinnustaðin heilsueflandi græða því að margan hátt. Fyrst má nefna aukna framleiðni, ánægja á vinnustað eykst og almenn heilsa eykst. Þannig að það græða allir á heilsueflandi vinnustað. En ef við horfum nú á Suðurnesin, hverjar eru helstu áskoranirnar varðandi heilsu samfélagana í heild? Hér á Suðurnesjum út frá lýðheilsuvísum embættis landlæknis sjáum við það að við erum það eru svona þættir sem að eru svona kannski á skjön við restina af landinu sem við þurfum að fókusa á. Þar má helst nefna andlega þætti. Hér á Suðurnesjum eru reykingar algengari heldur en meðaltalið á landinu, umtalsvert meiri reykingar og síðan eru svona aðgengi að heilbrigðisþjónustu sem dæmi, sem áhyggjuefni. En við búum líka því að það eru margir jákvæðir þættir. Hamingjustuðullinn hjá okkur mjög hár til dæmis og ölvunarakstur sem dæmi minni. Við búum auðvitað því að hér er virk íþróttastarfsemi og við sjáum það til dæmis í skólahreysti sem við erum búin að vera að vinna hér í Reykjanesbæ ár eftir ár. Þannig að við getum búum að mjög sterkum grunni til þess að efla samfélagið og heilsu þess enn frekar. Og nú á dögunum þá skrifum við undir samning við Reykjanesbæ að hafa umsjón með heilsueflandi samfélagi. Hvernig ætlaði að framkvæma þetta? Heilsueflandi samfélag, svona grunnurinn að því kemur frá embætti landlæknis. Þeir eru búinir að sníða skel í kringum slíkt verkefni og það eru 9 sveitarfélög á landinu sem eru virk í heilsueflandi samfélagi. Hér á Suðurnesjum reynum við að nýta það sem vel gert. Við reynum að skapa svona grundvöll fyrir heilsueflandi samfélagi með því að draga að borðinu alla hagsmunaaðila og við ætlum okkur að reyna að setja okkur markmið til langs tíma til þess að bæta heilsu íbúana á jákvæðan hátt og auðvitað náttúrulega með þeirra samstarfi. Þannig að þetta verður mjög áhugavert og skemmtilegt og ég hlakka mikið til að taka þátt í því.